Komið sæl og velkomin í Grænvarpið, hlaðvarp Landsvirkjunar. Hingað til mín kominn Bjarni Pálsson, sem nýráðinn framkvæmdastjóri vinds- og jarðvarma hjá okkur. Og við ætlum að ræða eins hans störf og nýja starfið og hvað hann var að gera hjá okkur áður og reyna að fá að kynnast honum örlítið. Vertu velkomin, Bjarni, og til hamingju með nýja starfið. Já, takk fyrir það. Til að byrja með, af hverju ertu svona vinsæll, Bjarni? Nú Er ég vinsæll? Þú ert mjög vinsæll. Já, Og þetta eru fréttir. við settum færslu ráðninguna á Facebook og hún fekk hvorki fleirinni færi en 364 like og byggilega eitthvað á svona hjörtum og svoleiðis. Já, hérna. Hvað veldur þetta? Þetta svona stóra fjölskyldu eða Ég ætla að sé ekki það. Og þetta vinhópurinn? Nei, ég er náttúrulega búin að vera lengi hjá Landsvirkjun og líka verið talsvert virkur í svona félagsstörfum í kringum þetta samfélagi hérna á Íslandi. Einmitt. Þannig að ætla að sé ekki helst að koma úr þeirri átt. Einmitt. Kannski aðeins að fjalla betur það á eftir. En hvernig líst þér á starfið það sem framundan er? Mér líst alveg gríðilega vel á þetta og mjög spenntur á að takast á við þetta nýja starf og þá nýja áskorun. Það eru mjög spennandi tímar framundan. Já, einmitt. Það þú ert eldri en 2 vetur í þessum bransa og það má kannski kalla þig jarðvarma hund. Já, klárlega. Ef maður svona ekki hátíðlegur. Þú hefur verið í 15 ár hjá okkur hjá Landsvirkjun og meira en það, ég er búin að vera næsta mánuði í 23 ár. 23 ár? Samfellt. Já, en þú, já. Og í raun og veru næsta vor 30 ár sinni gekk fyrstunni dyr Landsvirkjunar. Já. Þá sem frekar ungur, sumarstarfsmaður. Já. En þetta að verða ansi langur tími. Já. Og þú svona ungur? Og ég svona kottnungur, þetta ótrúlegt, 30 ár, já. Þannig að þú hefur verið, hvað varstu gamallur? Já, þá var ég 2 ára. 2 ára, einmitt. En þú varst þess að vinna við þróun jarðvarma núna þangað til að þú tókst við þessa við stöðu. Ekki satt? Jú, síðustu ár hef ég verið með titilinn forstöðumaður þróunar jarðvarma. Já. Og þá hef ég borið ábyrgð á undirbúningi á nýjum jarðvarmavirkjunum eða stækkunum á núverandi stöðum og einni rannsóknum og þróun á nýri leið til að nýta jarðvarma. Já, einmitt. Það annars sem við kannski fjöllum betur á eftir. Já. En hvernig endaður hjá Landsvirkjun? Á sínu tíma þá hef ég gríðilega áhuga á vatnsafli upphaflega, meðan ég var bara námsmaður og sótti þar að lendi starf hjá aðal vatnsorkufyrirtæki landsins sem var Landsvirkjun. Já. En síðan bara loka árinu mínu í verkfræðinni, þá fekk ég lokaverkefni í rauninni sem tengdist jarðvarma. Og eftir ég var búin að vera seinna sumarið mitt, þá fekk ég rauninni verkefni að vinna við stækkun Kröfluvirkjunar og þá heillaðist ég algjörlega og eftir það varð ekki aftur snúið. Já. Þannig að en þú ert samt með doktorsgráðu í olíuverkfræði, ekki satt? Jú, það er rétt. Hvernig kom það til og hvernig nýtist það í jarðvarma og endurnýjanlegri orku? Já, það nýtist þannig og kom þannig til að ég var að horfa á möguleika varandi framhaldsmenntun og sviðið þá jarðvarma nýtingar og í rauninni við þá skönnun kom í ljós í huga mér að olíugeirinn er rauninni með sömu tækni en eins og 10-15 árum á undan jarðvarmanum. Já. Þannig að ef ég ætla að afla með menntuna sem myndi nú eitthvað duga fram í framtíðina þá væri nú ekki vitlaust að hreinlega læra bara olíuverkfræði. Já. Því það væri kannski svo tækni og aðferðir sem að jarðvarmageirinn myndi leita í til framtíðar. Já, þannig að þú hefur verið svona 10-15 árum á undan þinni samtíð. Alveg klárlega, Og svo þá klárarðu doktorinn og ertu þá byrjaður að vinna hjá Landsvirkjun? Já, ég rauninni kom til Landsvirkjunar það leyti sem ég er að klára. Já. Og út í Skotlandi, þar sem ég var. Og má kannski segja það ég var svona að klára að skrifa ritgerðina á sama tíma og ég var í byrjun. Já.
og þá ferðu hvert inn hjá fyrirtækinu. Þá fór ég inn á svið sem hét verkfræði og framkvæmdasvið, Já, gömlu Landsvirkjun, og við vorum á þeim tíma með stórhuga áform að virkja bæði Fljótsdal og Bjarnarflag og Kröflu já, fyrir þá álver Norsk Hydro. mhm, Bara örfá mánuðum eftir að ég kom þá var planinu breytt, ákvað að fara í Kárahnjúkavirkjun og Já, allt góða kom til sögunar og Já. það var svona svolítið all hands on deck Mhm. í því verkefni. mhm, Þannig að þá fór ég í alls konar verkefni eftir það. já, einmitt. Svo ertu búin að vera duglegur í svona alþjóðastarfi og félagsstarfi í jarðvarmageiranum. Þú ert núna forseti alþjóða jarðhitasamtakana, er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Hvernig kom það til eða hvernig endaðir í þeirri stöðu? Já, það má kannski segja að maður byrjaði svona fljótlega að reyna að átta mig á því að í svona starfi þá er rauninni mjög mikilvægt að hafa gott tengslanett til að afla sér bæði þekkingar og reynslu hvað sé að gerast annars staðar í heiminum og bæði til að mæla okkur sjálf gagnvart öðrum aðilum, líka til að læra af öðrum. Og einn af þeim vettvangi sem ég valdi mér var að fara í Jarðhitafélag Íslands. Svo var ég kjörinn þeirra fulltrúi í stjórn Alþjóða jarðhitasamtakanna Já. 2010 og var þar í 6 ár, kom svo aftur inn í það fyrir rúmlega ári síðan. Já, já, Og síðan þegar að kom upp svo staða að fráfarandi forseti sagði af sér síðastliðið vor, að þá var leitað til mín já, að gefa kost að mér já, næstu 2 árin. já. Og þú hefur svona sinnt líka ýmsum stórum verkefnum fyrir samtökin, ekki satt? Jú, við það má kannski segja að þetta voru samstarfsverkefni í svona íslenska jarðhitageirans og alþjóða jarðhitasamtakana að halda heimsþing alþjóða jarðhitasamtakana sem að Ísland var nú búin að sækja 2 sinnum án þess að vera valið en við náðum að sigra stórar þjóðir eins og Bandaríkin og Þýskaland og fleiri á sínum tíma og unnum og segja kosningum að fá að halda þetta á því herrans ári 2020. Já, einmitt. Og það hefur gengið eins og í sögu eða hvað? Það gekk nú ekki alveg eins og Nei. ætla var. Við ætlum að halda stærsta heimsþing sögunar og það stemdi alveg í það til að byrja með. Já, Þangað til að, mars-apríl 2020 þegar heimsviðburðurinn COVID Já. steig fram á sjónarsvið og við þurftum að í rauninni fresta með 2 vikna fyrirvara sem að hafði náttúrulega gríðarlegar afleiðingar. já. En það var síðan haldið hérna 22. Við náðum í rauninni að halda þetta með breyttu fyrirkomulagi árið 2021. 21. Annars vegar heldum við 5 svona netviðburði, hver þeirra 18 klukkustundir Já, til þess að reyna að dekka öll helstu tímabelti heims já, já. og síðan heldum við í rauninni staðviðburð sem að var nú ekki nema 1200 manns en það er nú samt gríðarlega mikið miðjum COVID-faraldri Já, í Hörpu já, með þáttakendum frá yfir 100 þjóðlöndum. já, já. Þannig að þetta hefur verið alveg gríðarlega svona mikil ævintýr og verkefni fyrir þig. Þetta var mikið ævintýri Já. og mikið verkefni í raun að skipuleggja svona stóra alþjóðlegan viðburð Já, 3 sinnum. já, Að það var alveg farið að toga í undir lokin Já, en einmitt. sem betur fyrir þá reyndist það mjög vel. en af hverju eru Íslendingar svona framarlega í þessum samtökum og af hverju, og hver er staða okkar svona í jarðvarmageiranum og í heiminum? Ísland er mjög virt í jarðvarma heiminum, má Já. segja. Við vorum tiltölulega snemma farin að nýta jarðvarma með ýmsum hætti. Við bæði höfum verið að nýta jarðhita til húshitunar og seinna með til raforkuframleiðslu. Svo hefur við líka verið bara mjög virkið að prófa okkur áfram með alls konar nýjar hugmyndir, fiskeldi og gróðurhúsin og síðan eigum við þekktasta jarðhita baðlón heims sem er Bláa lónið. Já, já. Og ég held að sé ekki síst það hvað okkur hefur tekist að nýta jarðvarma mjög mismunandi hætti sem að það er mikil horft til okkar.
Já, hafa komið lausnir hérna í hérna jarðvarma nýtingu eða höfum við verið að byggja á tækni annar og kannski hérna dreigja hana áfram eða þróa hana? Ég held að bæði og sko, þá hafa Íslendingar alltaf verið í rauninni mjög virkir og duglegir í að vega þátt í svona og rauninni að byggja upp samstarf milli þjóða vegna þess að við erum það smá að við þurfum að leita að lausnum sem að aðrir hafa kannski fundið upp fyrir okkur. Já. En við höfum líka verið alveg óhrædd í að prófa okkur áfram og Já. okkar sérstaklega vélstjórar sem hafa unnið við virkjarnar hafa Já. þróað og prófað alls konar nýjar lausnir Já. og við höfum líka verið duglega að miðla því áfram því að það að miðla frá sér það skila sér oft tilbaka Já. í nýjum hugmyndum. Einmitt. Við erum náttúrulega einstakri stöðu hérna á þessum hérna flekaskilum þannig að hérna en hvar eru aðrir svona suðupottar jarðvarmans í heiminum? Ég helstu suðupottarnir svona hefðbundið hafa verið þessi flekaskil í heiminum Já. og það vill nú þannig til að þau eru mörg hver á mjög svona exotískum stöðum á segja. Þetta náttúrulega Bandaríkin eru stærsta jarðhitaland heims þegar kemur að raforkuframleiðslu. Filippseyjar, Indónesía, Nýja-Sjáland og Japan koma síðan á eftir. Hins vegar er sko nýting á lághita mjög vaxandi í augnablikinu. Já. Og þar hafa rauninni íslensk fyrirtæki rauninni tekið þátt. Já. Og besta dæmið er rauninni Kína sem er bara á einhverjum rétt rúmum 10 árum hefur skotist fram á sjónarsviðum má segja og er orðið stærsta jarðhitaland heims. Já. Með húshitun á einhverjum milljónum heimila og það í mjög mikilli samvinnu við íslensk fyrirtæki. Já. Það er þá bara til húshitunar eða hvað? Það er ekki Já. fyrir Já. rafmagnsframleiðslu? Það sem að þeir hafa helst verið að horfa til og rauninni stóra breytingin er að það var farið að horfa til þess að nýta hitastig sem var lægra en hefðbundið þótti að nýta. Þeir eru að nýta kannski 50-60 gráðu hita inn á gólfhitanýtingu í nýjum húsum. Og áður fyrir höfðum en kannski bundið sér full mikið við þessar 80 gráður eins og við þekkjum hérna. Og menn settu sér það mark, ef það fyndist ekki 80 gráður þá var það ekki jarðhiti. En Kínverjar opnuðu hugan fyrir öðru og það er svo verið að má segja endurtaka þetta núna víða Evrópu. Já. Og erum við að aðstoða við þetta? Íslendingar hafa verið mjög virkir í að bæði vinna með þessum aðilum en líka bara miðla okkar reynslu og þekkingu. Já. En svo við hverfum nú úr lághitanum og yfir í háhitan. Það er mjög skemmtilegt og verkefni í gangi sem að lofa góðu hjá okkur í háhitan. Getur sagt okkur aðeins frá því? Já, það má segja að við höfum verið algjörlega á hinum skalanum hérna hjá Landsvirkjun að prófa með heitari vökva en eiginlega nokkur annar hefur verið að vinna með. Sem er spennandi verkefni sem eiginlega hófst árið 2009 þegar við vorum að bora fyrstu hóluna í íslenska djúpborunarverkefninu og borum þar ofan í kviku 950 stiga heita á aðeins 2100 metra dýpi og á þeim tíma þá var nú ekki alveg sjálfgefið að maður myndi ekki bara fylla hann upp á steypu og hlaupa í burtu, heldur samþykkt stjórn Landsvirkjunar á þeim tíma að það yrði reynt að vinna vök úr þessari hólu og við gerðum það á næstu 2-3 árin eftir það og framkvæmdum alls konar tilraunir og öflugum alveg gríðarlegar þekkingar og segja á þeim tíma bæði á hvað efni þolir slíkan vökva, hvaða efnafræðilegu áskoranir eru fyrir hendi og líka svona hvaða leiðir væru heppilegasta til þess að reyna að nýta slíkan vökva. Já, og þarna er verið að taka mun meira afl úr hólunni en í hefðbundnum borhólum. Já, þar sem að þessi vökvi er bæði heitur og þá er sko orkuinnihaldi per kíló miklu hærra en í hefðbundu jarðhita vökva og afli úr þessari hólu var á stærðargráðunni 10 sinnum meira en afl úr meðalhólu á Kröflusvæðinu sem var svona kannski í samræmi við okkar björtustu vonir og væntingar með djúpborunarverkefninu og er kannski megin drifkrafturinn fyrir því hjá okkur að halda áfram rannsóknum á þessu sviði. Þannig að ef þetta gengur allt saman upp þá getur þetta orðið mjög
hvað maður segja, eru miklu möguleikar í að flytja þessa tækni út til annarra landa? Já, við höfum verið að reyna að byggja upp alþjóðlegt samstarf í kringum þetta framhaldsverkefni sem við köllum Kröfla Magma Testbed og höfum verið að draga að svona lönd með bæði jarðhita bakgrunn en líka tækniþróunarlönd eins og Þýskaland og einmitt með það markmiði að búa til aðferðafræði og tækni sem að væri hægt að flytja út og þetta verkefni hefur að vekja gríðarlegan áhuga út allan heim. Við sjáum bara á þessu ári búið að vera ítarleg umfjöllun bæði á BBC og BBC World Service, CNN og við vitum að fleiri stórir fjölmiðlar eru með fréttir í undirbúningi af þessu verkefni. Já. Og það má eiginlega segja að síminn hjá okkur hefði bara varla stoppað frá því í byrjun þessa árs þegar fórum að kynna þetta svona út á við. Já, þannig að það hort á þetta víða sem möguleika þá til þess að knýja orkuskiptin. Já, og við erum að finna fyrir því ekki síst frá öðrum eldfjallaeyjum víða heim. Þar er mikill áhugi. Það er áhugi í Japan, Nýja-Sjálandi, Gríklandi, Karabíska hafinu og Hawaii. Þar sem að möguleika til annara endurnýjanlegra orkugjafa eru kannski takmarkaðir og víða í dag er verið að vinna orku þar með dísilolíu og þar er þetta ein af þeim leiðum sem að menn sjá mjög áhugaverða og spennandi fyrir einmitt orkuskipti og skipta úr jarðefnaeldsneyti yfir í endurnýjanlega orkugjafa. Já, og þetta væntanlega þá hægt að nýta þessa tækni á svæðin þar sem kvikan er ekki jafn stutt í hann á hér. Já, það er bara eðlilegt að byrja hér á landi. Því hér vitum við af henni á 2 kilometra dýpi en að víða á þessum stöðum þá þarf mögulega að bora dýpra, kannski 4-5 kilometra. En það er einhver síður dýpi sem að menn ráða við með tækni sem er í dag. En það verður auðvitað alltaf erfiðara að reyna að finna þetta frá yfirborði, sko. Þannig að það verður eina af áskorunum sem við ætlum að reyna að hjálpa til við að þróa, að finna leiðir til þess að finna þessa kviku frá yfirborði áður að bora af stað. Já, einmitt. Og þróa þá tæknina sem þolir hennar mikla hita. Já. Já, einmitt. Svona, en ef við snúum okkur þá að svona því verkefni sem þú ert nú búin að vera að svona stýra sem er stækkun Þeistareykjavirkjunar og það er einn af þessum virkjunarkostum sem eru á dagskrá hjá Landsvirkjun. Hvernig staðan á henni og í hverju felst hún? Já, Þeistareykjastöð fór í rekstur haustið 2017 fyrir 7 árum síðan og við höfum verið bara má stíga varlega fyrstu skrefin má segja þar. Við höfum verið að fylgjast með bæði rekstrinum á jarðhitaauðlindinni, á áhrifum á umhverfi og samfélag og niðurstaðan okkar með það er að það hefur gengið bara gríðarlega vel með reksturinn þar og mikil samstæða og sátt þetta verkefni í nærsamfélaginu og svæðið stendur klárlega undir meiri nýtingu. Já. Þannig að við erum í rauninni núna að horfa til þess að taka þá næsta skref og það er gert með tvenns konar hætti. Annars vegar þá má segja helmingurinn á holunum á svæðinu sem er óvunu háar í þrýsting og við erum að horfa til þess að reyna að virkja þann viðbótar þrýsting með sérstakri toppþrýstingsvél virkjun sem er þá líklega 20-25 megawatt og svo er henni bæta við með fleiri vinnsluhólum guföflum fyrir þá þriðju vélinni sem við þá líka horfa til. Þannig að þessi toppþrýstingsnýting er þá náttúrulega bara bætt nýting á auðlindinni. Já. Og hefur ekki áhrif á, það er ekki tekið meira úr henni. Nákvæmlega. Þetta er bara til þess að ná enn betri nýtni og nýtingu og þeirri orku sem við erum nú þegar að vinna upp úr jörðinni. Einmitt. Og þetta svæði virðist þola mjög vel þessa vinnslu. Er ekki talað um ég manna upphaflega var ekki talað um að þyrfti að minnsta kosti 200 megawatt og núna erum við hvað í 90?
Já, við fórum að stað með umhverfismat fyrir alltaf 200 megavatta virkjun. Erum núna komin með 90 megavatta vinnslu og teljum okkur hafa sýnt fram á sko með öruggum hætti að svæði standi þó undir 135 megavatta vinnslu með hefðbundinni nýtingu. Já, Svo bætist þá rauninni toppvirkjunin við. einmitt. Næsta skref á eftir því þá mögulega að bæta við 4. vélinni og svo þegar það komið þá höfum við áhuga að nýta rauninni skiljuvatni sem fellur til. Já, Það að segja að vatnsfasin sem að skilst frá gufunni í skiljustuðina, það rauninni bara gufufasin sem fer inn á vélarnar og í dag erum við að veita vatnsfasanum bara 180 stiga heitum aftur ofan í jörðina og við höfum áhuga að reyna að virkja rauninni orkuna sem felst í þeim varma niður í kannski 100 gráður og teljum að þar sé hægt að fá kannski 10-15 megawatt til viðbótar. já. Þannig að þetta er mjög varfæri nálgun hérna og við erum svona að prófa okkur áfram og passa það að við séum ekki að ganga á auðlindina. Já, það hefur verið stefna Landsvirkjunar alveg frá upphafi að byggja upp okkar jarðvarmavirkjanir í varfærnum skrefum. Einmitt. Ef við snúum okkur aðeins að vindinum, þú ert náttúrulega framkvæmdastjóri vinds og jarðvarma. Já. Það eru náttúrulega mikil verkefni hafin og í bígerð, geturðu sagt okkur frá þeim? Já, við tókum í rauninni fyrstu skrefin má segja í alvöru nýtingu vindorku á Íslandi með því að reisa 2 rannsóknarvindmyllur á árunum í kringum 2012-13 og höfum í rauninni rekið þær síðan samhliða því að undirbúa í rauninni stóran vindlund á því svæði og nú komið að því að við erum byrjuð á framkvæmdum og höfum skrifandi samninga kaup á 28 vindmyllum til að reisa á það sem við köllum vaðölduver, en við höfum kallað í undirbúningsfasanum Búrfellslund. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt skref að vanda vel til verka. Þarna er unni fyrsti stóri vindlundurinn sem reistur á Íslandi og við tökum það mjög alvarlega og okkur hafi verið treyst fyrir þessu verkefni. Við gerum okkur vel grein fyrir að þetta er ekki óumdeilt. Við teljum hins vegar að þessi staður sé alveg sérstaklega heppilegur með tilliti til bæði vindorku en einnig annarra þátta eins og áhrifa á umhverfi og landslag og innviða sjálfsögðu. Og við byggjum þarna á rannsóknum okkar og reynslu af þessum 2 vindmyllum á hafinu. Já. Hvernig er nýtni vindsins þarna meðað við það sem gengur og gerist annars staðar? Nýtnin á þessu svæði er bara með því albesta sem að þekkist á landi í heiminum og í rauninni kannski álíka toga eins og er bara út á sjó annars staðar. Kemur kannski til meðal annars af því að það er núnungurinn frá gróðri og trjám og slíku sem dregur oft úr vindstyrk á landi. En því er bara ekki fyrir að fara á þessu landsvæði. Einmitt. Þannig að þetta er alveg príma aðstæður hérna. Algjörlega. Og hvernig fungerar sko þá vindurinn með vatnsaflinu og í þessu sko endurnýjanlega orkukerfi okkar? Já, vindurinn er náttúrulega aðeins óútreiknanlegur að því leyti að við getum ekki alltaf sagt nákvæmlega fyrir hvenær muni koma til með að blása vindar og hvenær ekki en þó þekkjum við það að vindarnir eru mestir á veturna og minnstir á sumrin og varðandi okkar vatnsorkuver sem við munum alltaf þurfa að reiða okkur á varðandi að mæta þá þessum sveiflum í vindorkunni að þá er þessu akkúrat öfugt farið að það er mesta snjóbráðin og rigningarúrkoman á sumrin hjá okkur og haustin á meðan að á veturna þegar að vindarnir eru hvað mestir að þá fellur úrkoman í formi snjós sem að við þurfum að bíða og geyma og kannski minnsta rensli þar að leiðandi í jökulánum okkar. Já, þannig að þá getum við verndað lónin eða stöðu lónana með því að nota vindin. Já. Einmitt.
Já, eins og segir, þá blæs vindurinn ekki allan sólarhringinn og ef nýtni, ef vindmylur eru með nýtnina segjum 50% eða hvað það er, þá ef það ætlar einhver að selja þá orku, þá þarf hann að bæta sér og að afhenda hana með stöðum hætti, þá þarf hann að bæta sér það upp með öðrum hætti og það er kallað jöfnunarafl. Hvernig er staðan í kerfinu með jöfnunaraflið? Sko staðan í, má segja, vatnsorkukerfi Landsvirkjunar Landsvirkjunin má segja náttúrulega eini aðilinn sem með mikið af stórum vatnsaflsvirkjunum og sérstaklega á þessu svæði og staðan svo að það til reiðu ákveðið jöfnunarafl, má segja, í okkar kerfum. Hins vegar hafa okkar vatnsaflsvirkjanir verið byggðar í gegnum tíðina meira sem grunnaflsvirkjanir og þar af leiðandi svona þetta jöfnunarafl takmarkað sem í boði og við þurfum að fara vel með það. En fyrirtæki rauninni á sama tíma auðvitað að horfa til þess hvernig við getum rauninni stækkað okkar virkjanir með það fyrir augum að bæta úr þessu, auka þá þessa aflgetu sem við getum leita til. Einmitt. Það einmitt slíkt verkefni í gangi núna eða í starthólunum á Þjórsárveginum. Já, við þegar stækka má segja Búrfellsvirkjun og nú næsta skref að horfa til þess að stækka Sigölduvirkjun. Já, einmitt. En vindorka á hafi úti, það raunhæfur kostur á Íslandi? Maður mikið talað um hana. Já, ég held að vindorka á hafi gæti verið mögulega áhugaverður kostur fyrir Ísland. Það þarf auðvitað að rannsaka landgrunnin kannski betur en búið að gera með tilliti til þess. Það alveg klárt að við vind. Já. En hins vegar eru auðvitað aðstæður til þess að viðhalda og reka krefjandi. Það oft stormasamt og mikill öldugangur. Og kannski meira en víða þar sem verið að nýta vind á hafi í dag. En auðvitað það að horfa til heppilegra staðsetninga eitthvað sem að tekur tíma og þarnast mikillar rannsókna. Það líka þá spurning um kostnað? Já, það alveg klárt að það mun vera mun dýrara en verið að horfa til í dag. Já. Og má segja krefst þess að orkuverðin verði hærri en í dag. Já. Það ýmsir þættir sem þurfa að ganga upp, það ekki með tilliti til sjávardýptar og slíkra hluta. Já. Og umferðar á sjónum, það ekki, veiða. Það þarf að horfa til lífríkis, traffíka á skipum og veiðskipum og annara. Og svo þetta bara að það sé hægt að festa þessi risastóru mannvirki með tryggum hætti við sjávarbotnin. Jarðlögin þar þurfa líka að vera trygg. Já, þannig að það ekkit svona sjálfgefið að sé hægt að stinga niður vindmyllum bara hérna fyrir utan land hvar sem er. Ekki alveg hvar sem er. Nei. Það þarf að velja vel. Einmitt. En hver eru svona ókostir vindorkunar? Maður mikið talað að fólk hefur áhyggjur af umhverfismálum í kringum vindmyllurnar og áhrifum á fuglalíf og mengun. Hvað segir það? Já, vindmyllur ekki alveg gallalausar, það alveg klárt og það þarf að huga að mörgum þáttum þegar við erum undirbúa sérstaklega vindlundi. Menn hafa haft áhyggjur af fuglum og það alveg þekkt að sumar sérstaklega fuglategundir sækjast í að leika sér í kringum vindmyllurnar, finna þarna áhugaverða loftstrauma sem spennandi að fljúga í og þess vegna ekki hægt að setja vindmyllur upp hvar sem er. Eina af þeim fuglategundir sem eru svolítið að sækja þessar vindmyllur, til dæmis hafernir, þannig á hafarnarsvæðum þá þarf að fara sérstaklega varlega. Það einn af þeim þáttum sem við höfum horft til hvað mest á Búrfellssvæðinu, að þetta mikið og vinsælt farleiðarsvæði fyrir til dæmis gæsir. Þeir velja sér að fljúga eftir Þjórsánni, fljúga milli landshluta frá norðri til suðurs og svo aftur í hina áttina
og við höfum rannsakaðurinn þetta mjög vel og við teljum að með núverandi staðsetningu þá séum við örugglega fyrir utan þetta megin farleiðarsvæði þeirra og við höfum rauninni vaktað þessar 2 rannsóknum vindmyllur allan hann tíma, gengið reglulega svæðið og reynt að finna hvort að þar finnist dauðu fuglar og það er ánægilegt að segja að á öllu þessu 10-12 ára tímabili höfum við aldrei fundið dauðan fugl og það hefur svona aukið okkar tiltrú og kannski passar líka við okkar módel að þarna séu á stað sem er nokkuð öruggur gagnvart fuglalífi en við vitum vel að þetta er ekki alveg sjálfgefið. Einmitt. Hvað með það er talað plastmengun og svoleiðis hluti? Já, örplastmengun, það hefur orðið mikil þróun á hönnun og smíði vindmylla og þetta var kannski þáttur sem var verið að horfa svolítið mikið til á svona upphafsárum vindorkunar en við nútíma vindmyllur þá er þessi losun í rauninni alveg hverfandi miðað við margt annað sem að maðurinn er að búa til og við teljum að sé kannski ekki eins mikið áhyggjuefni og sumir hafi verið að láta að en þengu að síðu þetta er einn af þeim þáttum sem við erum að horfa til og skiptir máli þá er líka vanda valið á vindframleiðandanum að það sé aðili sem að býr til vindmyllurnar úr vönduð efni. Og sá sem að hefur verið valinn, hann er í fremstu röð? Já, við teljum það að við höfum verið svo lánsöm að semja við þann aðila sem við teljum að sé einna fremstur í heiminum á þessu sviði sem er þýski framleiðandinn Enercon. Það er sami framleiðandi og við seldi okkur rannsóknar vindmyllurnar á hafinu á sínum tíma og við höfum mjög góða reynslu af samstarfi með þessum aðila. Já. Og þessar framkvæmdir þær eru í starthólunum og hvenær verður þá föstlundur komin eða þetta vindorkuver komið í gagnið? Já, nú erum við byrjað að leggja vegslóða og útbúa stæðin fyrir vindmyllurnar sjálfar og jafnframt er framleiðandinn að fara að byrja að smíða þessar vindmyllur og við gerum ráð fyrir að vorið 2026 fari fyrstu vindmyllurnar að koma á svæðið og seinna sumarið fara þá í rekstur. Já. Það er raun og veru mjög skammur tími svona með að við almenna þróun á virkjunarkostum hér. Já, þetta tekur 1 ár í framleiðslu. Já. Þetta er á sama tíma eru þá jarðvarmavirkjanir svona oft 3 ár og vatnsaflsvirkjanir svona 3 til 4 ár. Já, einmitt. Þannig að þetta er áhugaverður kostur að við getum gripið til hans með mun styttri fyrirvara heldur en að þessar hefðbundnu virkjanir. Já, einmitt. En ef við vendum nú hvað okkar aðeins í Krossbjarni, hver eru helstu áhugamál? Já, þau eru fjölmörg reyndar. Ég bæði mikill áhugamaður íþróttir. Íþróttir annara og barnanna minna ekki síst núna í seinni ár. Svo hef ég gaman á útivist og veiðum og og ferðalögum. Og mér skilst að þú haldið með Liverpool? Já, mikill búlari og ég stoltur þori að segja það þessar myndir. Já, einmitt. Hvernig líst þér á liðið eins og það er að spila núna? Alveg geysilega vel. Já. Það er bæði skemmtilegt og er að ná árangri á vellinum. Það er einn fullkomna samsetning. Já. En já, þú stundar veiða mikið, er það ekki? Jú, ég giftist inn í mikla veiði fjölskyldu og var dregin inn í allskyns veiðar mjög fljótt. Þannig að og er það þá stangveiði og það er stangveiði og skotveiði má segja. Já. Og veiðar í net jafnvel. Já. Mjög gott. Nú nálgast jólin, Bjarni Pálsson. Ertu jólastrákur? Já, ég er það. Ég hef alltaf mjög gaman að jólunum og tek því hátíðlega og tek mig gott frí kringum jólin yfirleitt. Það er einhverja sérstakar jólahefðir sem þú heldur í? Já, við erum frekar föst fjölskyldan, má segja. Við byrjum aðfangadaginn á göngu, einhvers staðar fyrir utan bæinn og borðum jólasmákökur í framhaldinu. Svo við farið heim í jólabaðið, förum í öll saman í heita pottinum og svo þarf að elda hreindýrið. Það er alveg
rjúfandi þáttur í jólahaldinu. Já. Þannig að þetta allt í föstum skorðum. Allt í föstum skorðum, já. Já. Það held ég sé ágætis loka orð hjá okkur í grænvarpinu núna og ég þakka bara kærlega fyrir komuna, Bjarni, og við sjáumst í næsta þætti. Já, takk fyrir mig.